fáum núna græjur eða tól til að leiða út formúlur fyrir kósínustöðlunum og sínustöðlunum. Aðferðin sem við beitum ný tækni til þess að leysa jöfnur. Fourier á heiðurinn af þessari hugmynd. Hún einhvern veginn þannig, ef við horfum aðeins á þessa jöfnur, það sem að Fourier vissi var að ef maður margfaldar kósínusfall með kósínusfalli og heildar síðan yfir lotu, einhverju sameiginlega lotu fallanna, og annaðhvort hverfur það eða það kemur út talan hálf lotan. Ef lotan 7, þá kemur út helmingurinn 7 bara þegar þeir hafa nákvæmlega sömu lotu. Og ef maður margfaldar sínusfall með sínusfalli sem að hafa lotu þar sem það falla einhvers staðar saman, þá verður það alltaf 0 þegar maður heildar yfir lotuna, nema akkurat þetta nákvæmlega sama fallið, eða loturnar falla nákvæmlega saman, allstaðar, og þá kemur út halvlotan. Ef við skoða mynd af þessu eða ef við að reikna. Ef við að reikna fyrst og skoða mynd, já, hér bæði. Við þurfum náttúrulega að vita þetta hér. Beta mínus alfa. Kósinus af beta mínus alfa þetta ekki einhvern veginn svona, hér hringur og hér kannski einhver vígur. Það lesi hérna í alfa. Þannig hann, í alfa einingavígur og kannski einhver annar hérna. Ætlum hann veldinu í beta. Hér það eitthvað horn, ekki alfa og hérna eitthvað annað horn, beta. Það að geta að hugsa þetta sem 2 vigra. Get líka að hugsa þetta sem vigra, ég ekki kalla þennan bara B, þennan A. Get líka að hugsa þetta svona. B hefur liðina þá kós beta og sín beta og vígurinn, að því að vigrar, að tvinntölur einhvern veginn bæði vigrar og tölur, og það góðir. Og A þá, raunhlutin kósinus og þverhlutin sínus, skrifum þetta bara. Það alltaf að gefa þessi tími að ríða þetta upp, þetta skiptir mig miklu máli af þessar hugmyndir. Það þægilegt að muna þetta svona, kósinusin depilfeldi þessara vigra. Ef ég fer í stærðfræðilega jákvæð átt, þá ég fara frá A til B, til að raða þeim upp þannig. Og getum við gert þetta bara héðan, tekið depilinn af A og B. Kósa sinnum kós B stendur þarna, ég horfi bara á þetta. Kós alfa ætlaði að segja sinnum kósinus af beta og svo plús í depilfeldi, sínus af alfa, sínus af beta. Bara gamalkunnugt. Og þá náttúrulega langt fljótlegast að ef við viljum reikna ekki þetta, kósinus af beta plus alfa, það svona fljótlegasta leiðin með af jöfnuna sem komin til þess að gera þetta. Nota formúluna sem komin. Það ekki bara fljótlegast að segja að þetta alltaf leiti kósinus af beta mínus alfa. Það getur sett mínus alfa í staðin fyrir alfa inn í formúluna, fyrir ofan. Það fínt, við vitum að kósinus jafnstætt fall, þannig kósinus af mínus alfa kós alfa. Það gerist ekki fyrir betu, en sínus af mínus alfa verður mínus sínus af alfa, þannig að það kemur hérna út fyrir. Það eina sem breytist kósinus af alfa sem kósinus af beta mínus sínus af alfa sinnum sínus af beta. Maður rifja þetta upp bara. Við skulum athuga hvort við getum horft á þessar 2 jöfnur. Getum við út frá þeim
fundið formúlu, það það sem að Fourier notaði, og tekur bara kósinus og alfa sinnum kósinus af beta. Með því að horfa á þessar tvær jöfnur get ég fundið hvað kós alfa sinnum kós beta er. Ég sé náttúrulega, hér kós alfa, kós beta, og svo hérna líka kós alfa, kós beta. Svo bara hérna einhver vinstri hlið og hérna einhver vinstri hlið. Hérna. Hvernig get ég einangrað þetta hér sér að leitað úr tveimur jöfnum? Glæsilegt. Ég sé bara þessi jafna, plús þessi jafna, þá hverfa þessir. En þessi koma tvisvar. Þannig ég á bara að leggja það saman. Og ef ég legg vinstri hliðina hér við vinstri hliðina hér, þá er komið þessa sömu, og það verður tvísvar sinnum kósinus og alfa kósinus beta sér að leitað. Það bara deili ég með tveimur eins og það að sagði. Þetta er bara komið. Þannig þetta formúlan. Kósinus af beta mínus alfa pluss kósinus af beta pluss alfa. Svona. Hjá okkur höfum við ákveða kannski á í staðan fyrir alfa. Þá ætlum við að nota, ég verð að skrifa K. Ég ætla að skrifa M. En ég mun alltaf því ég gleymi mér skrifa K. Ég ætla að nota alfa sem K omega T og beta sem N omega T. Hvernig lítur þá vinstri hliðin út? Hún er bara kósinus af K omega T. K omega T. Sinnum kósinus af N omega T. Og svo þurfum við að rannsaka alla möguleika. K-in hlaupa á heilum tölum og N-in hlaupa á heilum tölum. Ef við skrifum núna hægri hliðina, bara formúlun okkar sem vorum svona dunda við að smíða, þá á ég að skrifa beta mínus alfa. Get ég ekki sagt bara í huganum, beta mínus alfa, það er sameiginlegur þáttur omega T, þannig að þetta verður N mínus K inn í, það fyrst að skrifa þetta kósinusinn, afsakið. Það verður kósinus af, það er hérna, N mínus K, svo eitthvað omega T, og ætli ég verði ekki að fara bara næstu línu. Það verði ekki allt á tróðið. Og kósinus af hverju. Ég á að segja alfa pluss beta, ekki bara. K omega T pluss N omega T samlega þáttur í báðum liðum, tökum við út fyrir sviga og gerum þetta bara fínt. K pluss N sinnum omega T. Og svo alltaf með sviga, þarna mótið til þess að loka hálfa hérna af. Hér er alltaf skilið sem sagt að N-in og K-in eru í raun og veru, sjáu þið, eins og í talningunni hérna. Þetta eru þá talningar, en við megum alveg segja heilar tölur. Við glum bara segja heilar tölur, en það er ekki neinn not fyrir annan talningar, því að það er það sem fyrir inn í formúluna. Jæja, prófum aðeins formúluna. Hvað ef, spyrjum bara, hvað ef sko N er sama og K? Hvernig lítur það formúlan út? Allt í lagi, við höfum tvö börn þeir eru alveg eins. Hvort og fara til dýra? N-ið eða K-ið? Ég verði að velja annað hvort. K-ið. Þá setjum við K í staðinn fyrir N hérna. Þá er þetta K omega T sinnum K omega T. Það er bara K í öðru. Og hægri hliðin, hvað er N mínus K ef að þetta er ein og sama skepna? 0. Og kósinus af 0 er 1. Þannig að þá verður formúlan 1 hérna. Og ef að K og N eru sama talan, við ætlum að láta K koma í stað fyrir N-ið frekar heldur en N í stað fyrir K, þá fáum við kósinus af 2 omega T. Fínt er. Jú. Hvað var það? Já. 2K omega T, takk fyrir. Svona, en þetta er formúlan sem við þekkjum.
Kósinus í öðru af t er eins og hálfur sinnum 1 pluss kósinus á tvöfaldahorninu. Þetta er áfram að spyrja. Við erum aðeins skilja bara hvað er að gerast. Hvaða lotu hefur, nú skulum setja tölur. Kósinus af, ég vil segja bara pt. Að t breytan. Hvaða lotu hefur þetta fall? Kósinus af pt. Já, hér er omegan, pi er það ekki. Og lotan er alltaf 2pi til með omega. Þannig að lotan er 2. En við setjum í annað veldi. Hver verður lotan þá? Allt í lagi, þetta er eitthvað fall sem hefur lotuna 2. Ef við setjum þetta fall í annað veldi, það er ekki gott að svara. Maður þarf vel að tekka á því bara. En hvað getur við fengið vísbending hvað gerist? Þegar maður er að tala við starffræðina sín, er það ekki? Það er svona fiktar í þessu. Reynir átt að sjá hvað er eiginlega gerist. Kósinus í öðru. Hvað er þetta? F. Og segjum bara þetta sé F í öðru. Ef að sko lota F er 2, þá er lota F í öðru. Hér er bæst í tvistur. Það ekki, það er 2 pi og omega hér er einhvern veginn, já, 2-falt stærra. Og omega var pi. En ef ég myndi setja kósinus í 3. veldi, hvað ætli gerist? Það sveiflast 3 sinni hraðar. Ef ég setja kósinus í 4. veldi. Já. Það er eitt enn, bara svona tæknilegt áður en við höldum áfram. Ef að það kemur hér maður með harðhrífu og sagði, ég bara lemur ykkur í hausinn eða ég geti ekki svarað þessu. Myndiðu geta það? Búið formúlu fyrir kósinus í 3. af t. Ég verði að skrifa þetta sem kósinusa. Stendur með garðhrífuna. Segir það er 5 mínútur, gjörðu svo vel. Við fáum formúlu takk fyrir. Bara kósinusa. Það ætli sér besta tækið að nota. Kósinus er, er það ekki. Þetta er kósinus. Og eina sem ég þarf að gera er að setja þetta í 3. veldi. Er að nota tílireglan. Allt í lagi, við tökum 2 í 3 út fyrir sviga. Og svo er ég bara að margfalda e-veldinu í t pluss e-veldinu mínus í t í 3. Og það stendur ekki í okkur. Það er 1/8 hérna og svo er þetta tvíliðstöðlarnir. Það er 1, eða ekki, þristur og ás. Og svo er ég bara að margfalda saman eins og x pluss y í 3. veldi. Þannig að ef þetta er einhvern veginn x mitt og þetta er y-ið í tvíliðreglunni, þá kemur hér hvað? X í 3. og y í 0. E í veldinu y-t, allt í 3. veldi er bara e í veldinu y sinnum 3t. Samkvæmt veldareglum. Pluss, þetta er 1. veldi, þá erum við bara að segja 2 mínus 1 í veldum. 2 mínus 1, 2 og hérna er 1. Enter. Og plussin. Síðan hér, þá ég að setja x og síðan y í 1. X hér og y í öðru. X er 1. y, já. 1 mínus 2. Það verður bara mínus. Og svo lokum, svo síðasti, þá fyrir y í 3. veldi. Þá e í veldinu mínus 3 í 3t. Og svo bara hjálpið mér aðeins. Ég ætla að taka eina brellu hér, sem er alltaf ekki brella. Hvað er ég fara að gera við helmingin af 8? Hvað segið þessa hérna hugmynd að setja sko þrist hingað og tvistin hingað, hann kemur úr 8-unni og e í veldinu it hér, pluss e í veldinu mínus it hérna og svo tökum við þrist. Nei, það er ekki þristur.
Það er bara e í veldinu e sinnum 3t pluss e í veldinu mínus e sinnum 3t og deilum með 2. Við vitum hvað hann kom. Af hverju er ég að þessu? Af því að það er maður með garðhrífu við dyrnar. Það er ástæðan. Hvað köllum við þetta hérna í kósinusum? Ég verð að taka pistin hingað undir til þess að sjá kannski alveg skýrt að þetta er ekkert annað en kósinus. Verður hingað tvisturinn minn. Svona, já. Og þetta er þá 1/4 af 3 kósinusum og svo kósinus í 3. Nei, kósinus af 3, ætlaði ég að segja. Þannig þetta er formúlan. Og passar þetta við það sem við sögðum? Ef við setjum sko kósinus í 3. veldi, þá þrefaldast tíðin. Er það ekki? Hérna sjáum breytist ekki. Þannig þegar við leggjum saman þessar 2 lotur, þá heldur hin áfram að fara á einhvern veginn sama hraða á kósinusinn, bara í 1. veldi. En þessi gefur í. Hún fer 3 sinnum meðan hér fyrir 1 sinni. Við leggja saman þessar 2 lotur. Sjáu þetta. Og svo er þessi 1/4 hérna, þessi þristur er bara eitthvað útslag. Það er bara hversu hátt hún fer. Allt í fínu, þá erum við svona búin að átta okkur á þessu. Og svo kannski aðeins átta okkur á heilduninni hérna. Sko, hér ætla ég að heilda frá 0 upp í t. Þetta sem við vorum að skoða þann. Og nú ætla ég að margfalda saman 2 kósinusbylgjur. Önnur heitir k omega t og hin hefur aðra tíðni. Kannski. Kósinus n omega t. Og nú á ég að finna hvað kemur út. Það sem við viljum sjá er að það komi alltaf út 0. Nema þegar k og n eru sama talan. Þá kemur út t deilt með 2, stóra t deilt með 2. Munum að omega er alltaf 2pi deilt með stóra t. Svona. Ef að k og n eru sama talan, sama talningin, þá kemur bara út stór t deilt með 2. Ef þetta er ekki það sama, ef k er ekki sama n, þá kemur út 0. Það er þetta sem Fourier notaði til þess að aðeins að skreppa upp aftur og skoða formúluna. Hann margfaldaði bara hér í gegnum þessa jöfnu, það sem ég langar í a. Hann margfaldaði þessi gegnum þessu jöfnu með öðrum kósinus og heildaði yfir lotu að því þá hverfa öll a-inn og allir sínusarnir hverfa nema 1. Það sem hann pantaði. Margfaldaði með kósinus af 7 omega t. Þá hverfa allir Fourier-stuðlar nema 1 og það er kósinusstuðl nummer 7. Ef hann sendi hér í gegn, margfaldaði hér í gegnum þess að jöfnu alla með kósinus af 3 omega t, heilda svo frá 0 upp í t, þá hverfa allir Fourier-stuðlar nema þessi eini með þetta pantað númer. Þetta er eins og að fara bara góðan veitingastað. Og ég ætla og GeoGebra. Láta GeoGebra eins hjálpa okkur að sjá þetta. GeoGebra og þetta er síðan mín einhvers staðar. Fourier-bylgjur. Ég ætla að reyna að skýra út hvað sem mynd á að tákna. Og hérna er ég bara að skoða kósinusins kósinus. Hann er hér. Og við skulum sko, ég sagði við ykkur áðan ég hefði átt að kalla þetta n. En ég skrifa bara alltaf k. Við byrjum þetta svona, ef þetta er
ef þetta er cosinus af 0 og cosinus af 0 sinnum cosinus af 0, þá erum við bara með 1, er það ekki? Nú ætla ég bara að vera með eina kosinusbylgju. Ég ætla að segja ennið sé, þetta er eins og kannski tvöföld forlíkt, þegar við hugsa þannig. En nú ætla ég bara að vera með, að velja ennið sem 1. Og þá er þetta bara venjuleg kosinusbylgja og ég valið að lotan er 4. Sjáuð, ég valdi hérna að lotan að vera 4. Bara hafa 4, af því það er þægilegt að bara sjá hann hérna á mynd. Nú sjáuð þið að flatarmálið yfir tíásnum og flatarmálið undir tíásnum er jafnstórt. Það er pluss flatarmál og mínus flatarmál. Og þetta að þarna þýðir flatarmálið en nú allt er fínu. Hugsa núna m-ið eins og k-ið áðan. Nú þegar m-ið eða k, ég ætla að kalla það k, hleypur af stað upp í röðin og leggur saman, þá hugsaðu með því í summunni, þetta er k-ið í summunni, k-ið er 0, kemur út 0. K-ið er 1. En þá er þið með 2 kosinusbylgjur með sömu tíðni, nákvæmlega sömu tíðni, og þá fáum við eitthvað sem er jákvætt. Flatarmálið þarna verður 2 ef við myndum að heilda þessa bylgju. Er það ekki? 2 er reyndar akkurat helmingurinn af 4. Ef við breyti lotunni þá fæ ég alltaf helminginn. Nú, jæja. Og ef að k-ið hleypur, þá fæ ég alltaf 0. Það er alltaf jafn mikið flatarmál undir afritásnum og yfir honum. Alltaf. Og það sem meira er að skiptir ekki máli hvar ég byrja að heilda. Ef ég byrja að heilda -1 og -2 og heilda það upp í 2, sem er lotuna 4, gerist alltaf það sama, verður 0. Ég get bara ekki breytt. Ég get breytt í hérna. Það þarf að skrá mig inn. Nema hvað? Þetta er hugmyndin. Það eru nákvæmlega sömu lögmál fyrir sínus og sínus. Það er allt nákvæmlega eins því að sínus er bara kósinus. Er ekki sammála því? Reyndar þetta alltaf kallað sínusbylgjur. Það er bara hliðir að sínus þangað að verður kósinus, þannig að það hlýtur að gilda alveg það sama. Aftur á móti kósinus sinnum sínus, alveg sama hver tíðnin á þeim er. Það verður alltaf 0. Kósinusun er sínus, það verður alltaf 0, slökkum á þessum. Það verður alltaf 0. Þar með þetta komið. Þetta vissi Fourier, ef við segjum það alveg. Og þess vegna, ef það er eitthvað sem að eitthvað finnst flókið í þessu, þá klárast það núna leið og leysir skilatæli. Við erum bara að æfa þessar hugmyndir þar. Bara að gera þetta. Sjáu því, það sem að segjum bara Fourier hafi gert þetta. Ef að við notum núna jafnaðarmerki, lefum okkur það. Hér er A0 deilt með 2 og ég ætla bara að setja plúsinn hérna. Það komið sæmilega fyrir. Og k-ið byrjar að telja 1. Og hér var AK. Hér var kosinus af K. Omega T. Og hér er sinus af K. Sinus af K. BK sinus af K omega T. Og hvernig á að leysa þessa jöfnu fyrir A7? Ég vil finna A7. Hvernig á ég að leysa þetta? Nei, það er sem við erum búin að segja. Sjá, hérna er mígrútur á AK-um og BK-um. Ég vil bara fá A7. Já. Prófum þessa hugmynd, margföldum í gegn með kósinus
af 7 omega og ég þarf að færa þetta allt til. En það hægt. Með Abu. Svona. Ég ætla að veiða 7. Og setja 7 hér. Omega t. Og þá verð ég að gera það sama allstaðar. Cosinus hér. 7 omega t. Cosinus hér. 7 omega t. Cosinus hér. 7 omega t. Ég þarf að gera meira en þetta. Svo beiti ég ykkur ákveðinni aðgerð sem að gefa mér það sem ég vantar. Hvað þið gera næst? Óli? Já, þá ætla ég að heilda og ég ætla að taka fastana út fyrir. Heilda og heilda og heilda. Þá ætla ég að setja DT mín hér, leggja saman svona smæðir. Þannig. En hvernig að velja heildunarbili? Hvað segir þið austand, heiðarmenn? Heilda frá 0 upp í stóru T. Það ger ég það samanstæðar, heilda á 0 upp í stóru T, 0 upp í stóru T og 0 upp í stóru T. Og þetta eru galdrarnir. Þetta er allt og söm. Þetta er hugmyndin. Man getur sagt hana fram. Þetta mun gefa mér hvað 7. talan í þessari röð eða A7 er. Af hverju? Jú, við vorum búin að sjá það að ef ég byrja að láta K-ið telja, fyrst byrja með K jafnt og 1, þá er 1 hér en 7 hér. Og ef að K-ið er ekki saman 7, þá kemur 0. Eða svo heldur K áfram að verður 2, og 2 hér en 7 hér, K er ekki saman og N, eða 7, og þá kemur 0. Svo held ég áfram 3, 4, 5, alltaf kemur 0, 6, 7. Akkurat því að 7 hitti 7 sína þegar amma hitti amma. Og þá kemur út þessi tala, stóra T deilt með 2. Svo verður K-ið 8 og alltaf kemur út 0. Hér er sínus og kosinus, þá er alltaf 0, alveg sama hvað K-ið verður. Sem sagt, ég fæ vinstri hliðina veit ég ekki hún er bara kosinus með margfald við eitthvað fall. Það er enda tími hjá okkur áðan. Þannig ég er með kosinus af 7 omega t dt verður aðeins a númer 7 sinnum helmingur af lotinu sem völdum okkur. Þá er nú okkur ljóst hvað A7 er, það er bara margfald. Já. Þá er ég komið með formúlu. A7 er, þetta heildi sem ég þarf að reikna, 0 upp í t, f af t, kosinus 7 omega t, dt, og svo tvistur hér á móti t. Sumir hafa tvistinn hérna og segja deilt með helmingnum af lotunni. Það er allt í lagi. En, er það eitthvað fallegt? Að deila með halvu með sama margfalda með 2. En við skulum bara lofum að vera þarna upp á priki. Og svo auðvitað sjáum við að það er ekkert sérstætt töluna 7. Þetta gat bara við hvaða heiltala sem vera skal. Eða talning skulum við segja. Það er rauninni eina sem þurfum að athuga sérstaklega að auðvitað verður þetta formúlan AN. Og hérna er N og hérna er N. Auðvitað verður það formúlan. Það er bara í raun og veru A0 sem er erfitt. Og til þess að finna hvað A0 er, þá þurfum við að skoða það eiginlega sérstaklega. Getum við spjallað okkur í gegnum það? Hvað ef við höfum sett 0 hér, getur þetta nákvæmlega sama og það verið 0 allstaðar, en ekki 7. Getum við séð þá hvað er að gera? Þá er þetta náttúrulega bara fallið 1, er það ekki? Kosinus á 0 og þetta er bara fallið 1. Og þetta er bara fallið 1. Og ef við heildum bara kosinus yfir heilaga lotu,
það kemur alltaf út 0. Allt jafn mikið flatamál fyrir ofan neðan. Og ef við heldum sínus yfir heila lótu, það er akkúrat valið þannig. Það kemur alltaf út 0. Hvað veiðir, þegar við veldum ekki 7 heldur 0, hvaða Fourier-stöð fáum? Ef að hér er 1 og ég heilda 1 frá 0 upp í stóra T, hvað fæ ég mikið? Þess að 1 dt frá 0 og upp í T. Það er bara bilið. Er það ekki? Er það ekki bara þessi hérna mínus þessi? Já, fínt er. Þannig að ef við setjum 0 inn í kósinusinn, þá hverfur allt nema bara þessi hér. Svoleiðis að A0 er hvað? Ég bara skrifa hérna til hliðar. Þetta er svolítið svipulegt hjá mér, en ég vil bara fá samtalið. A0. Komin að bleika hérna. A0. Hvað er hann? Já, A0 deilt með 2 sinnum stóra T er bara heildi falsins. Er það ekki? A0, það er bara deilt með 2 sinnum stóra T er bara það að heilda fallið. Hvaða fall sem gefið nú er. Svona. Þannig ef þið viljið að fall F verði, ef þið viljið útvíkka það, þannig að verði lótubundi, þá er minnstu kosti búið að finna eitthvað. Þá er bara A0 er ekki 2 deilt með stóra T, alveg sama formúla. Leysum hana. A0 er þá 2 deilt með stóra T og svo bara heildum við fallið, engin kósinus og ekkert mál. Það er voða gott að pæli þessu sjálf. Hvað ef ég set 0 hér en ekki eitthvað annað og fá þessa niðurstöðu fram? Þá skulum við bara lokum búa til eitt lítið dæmi.